Eitt áður en við Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 12. nóvember 2025 klukkan 16:37. Þetta er 882. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Í dag hér einn varabæjarfulltrúi Guðmundur Hreinsson í forföllum Dagnýjar Kristinsdóttur bæjarfulltrúa Vina Mosfellsbæjar, aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Á dagskrá fundarins í dag alls 12 mál. Fyrst ber þar að nefna fjárhagsáætlun 2026 sem lögð hér fyrir bæjarstjórn til fyrri umræðu. Þá liggur fyrir tillaga útsvarsprósentu 2026. Næst eru þá 2 fundargerðir til staðfestingar, því næst 1 almennt erindi og að lokum 7 fundargerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og fyrir fundinum liggur fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026 til 2029 ásamt greinargerð og drög að fjárhagsáætluninni ásamt greinargerð auk tillögu um álagningu skatta, gjalda og lántöku voru lögð fyrir bæjarráð á 687. fundi þann 30. október síðastliðinn. Bæjarráð samþykkti að vísa drögunum til fyrri umræðu í bæjarstjórn samkvæmt 3. málsgrein 62. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 samanber og aðra málsgrein 44. greinar samþykktar stjórn Mosfellsbæjar númer 1225 frá 2022. Og ég gef þá bæjarstjóra orðið.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Á þessum fundi leggjum við fram fjárhagsáætlun ársins 2026 og 3 ára áætlun til fyrri umræðu í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Tekjur ársins 2026 eru áætlaðar 24,7 milljarðar og rekstrargjöldin eru 21,9 milljarðar króna. Rekstrarniðurstaða án fjármagnsgjalda eru tæpir 2 milljarðar. Gert ráð fyrir að rekstrarafgangur samstæðunnar A og B hluta verði 557 milljónir og 254 milljónir í rekstri A hlutans. Það hefur verið mikil vinna lögð í þessa fjárhagsáætlunargerð og það ánægjulegt að standa hér í dag og kynna fjárhagsáætlun 2026. Það margbúið að fara yfir áætlunina í samstarfi við stjórnendur til þess að finna sem best jafnvægi á milli þeirra mikilvægu þjónustu þátta sem þarf að sinna og rekstrarútgjalda bæjarins. Á árinu 2025 var farið í viðamikla áhættugreiningu tengda rekstri Mosfellsbæjar og framtíðaruppbyggingu Blikastaða. Það var KPMG sem stýrði þeirri vinnu í samstarfi við fjármálasvið og fleiri. Þar skoðuðu við stöðu helstu málaflokka í samanburði við nokkur viðmiðunarsveitarfélög og höfum haft það að leiðarljósi í vinnunni við gerð fjárhagsáætlunar að vera alltaf að bera okkur saman við aðra hvað varðar útgjöld til einstakra málaflokka og leita skýringa þegar við höfum einhverja spurningar. Við erum til dæmis með há útgjöld til fræðslumála þegar að við skoðum útgjöldin per íbúa. Við veltum vöngum yfir því og það kemur til meðal annars að við erum með mjög hátt hlutfall barna í Mosfellsbæ og sama gildir leikskóla. Þegar við skoðum hins vegar tölur per nemanda í grunnskólum, þá liggjum við miðbik í samanburðinum við aðra önnur sveitarfélög og það sama gildir leikskólana. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að bera sig saman til þess að hafa stöðuna alveg á hreinu en líka að leita skýringa á því ef við erum hærri í einhverjum málaflokkum. Og það líka þannig með kostnað í velferðarmálunum. Það meðal annars vegna hás hlutfalls fatlaðra íbúa en við erum til dæmis með hlutfalli 0,58% á meðan að sveitarfélögin í kringum okkur eru með miklu lægri hlutfall og ef við tek Kópavog sem dæmi Kópavog með 0,29, Seltjarnarnes ennþá lægra og Reykjavík 0,43 sem eru einna næstur okkur. En þegar við skoðum tölur aldraða, þá eru lægri útgjöld til þess málaflokks enda eru Mosfellingar svo ungir að árum. Þannig að það skýringin þar. Það eru þættir sem hafa áhrif á fjárhagsáætlun ársins 2026 hjá Mosfellsbæ, nokkrir ytri þættir og öðrum sveitarfélögum á Íslandi. Í fyrsta lagi það verðbólguspáin. Við fylgjum niðurstöðum þjóðhagsspár Hagstofu Íslands og það auðvitað í samræmi við reglugerð bókhald fjármál og fjárhagsáætlun sveitarfélaga og í síðustu spá sem var gerð í júlí þá var gert ráð fyrir 3,2% verðbólgu á árinu 2026. Í dag verðbólgan 4,3 samkvæmt mælingum í október og þess vegna höfum við auðvitað áhyggjur af því hver verður talan sem verður kynnt núna á föstudaginn 14. nóvember og auðvitað mun hún þá hafa áhrif á fjárhagsáætlunina okkar og við áskiljum okkur rétt til þess að uppfæra tölur á milli umræðna ef svo ber undir. En það auðvitað miðað við töluna sem núna að þá finnst manni líklegt að verðbólguspáin muni hækka og þar af leiðandi útgjöldin okkar til fjármagnsliða. En hins vegar eru ákveðnar blikur á lofti í hagkerfinu eins og allir vita með falli flugfélagsins Play og bilun í Norðuráli. Þannig að það eru ýmsir þættir og ferðaþjónustan, það ekki verið eins stöðugur vöxtur
Þannig að það eru auðvitað ýmis merki kólnun í hagkerfinu á móti og við sjáum bara atvinnuleysi á Suðurnesjunum orðið 7,2%. Þannig að þetta eins og, þetta mjög erfitt að spá einhverju fyrir það hvað verða verðbólgu, hver verðbólgutalan verður núna á föstudaginn. Við gerum ráð fyrir hagvextinum sem 2,5% og að meðalhækkun kjarasamninga verði 4% sem aðeins yfir launavísitölunni, en það vegna samninga við lægst launaða hópinn, okkar fólk meðal annars í samhengi, og þar var samið umfram verðlag 22.000 á mánuði hækkun í 4 ár. Þannig að það ástæðan fyrir við setjum launin í 4%. Og þá erum við að spá fjölgun íbúa 1,8% á næsta ári og eitthvað svipað 2027, en síðan spáum við aukningu í íbúafjölgun eða íbúatölum. Annar lykilþáttur varðandi afkomu sveitarfélagsins málaflokkur fatlaðs fólks, en Alþingi hefur til umræðu einmitt í dag frumvarp lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Sveitarfélögin hafa fagnað þeim réttarbótum sem þetta frumvarp hefur í för með sér fyrir fatlað fólk. Við höfum hins vegar óskað eftir því að frumvarpið fari í gegnum kostnaðarmat eins og lög gera ráð fyrir. Gróft mat Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að lögfestingin muni kosta 14 milljarða fyrir sveitarfélögin hér á þessu svæði. Það hins vegar rétt, eins og hefur komið fram í opinberri umræðu, að það ekki beinlínis nýir kostnaðarliðir inni í frumvarpinu, en það sem sveitarfélögin hafa bent á að eftir löggildinguna þá eru réttindin fortakslaus og hægt að dæma sveitarfélögin til þess að útvega viðeigandi úrræði. Í dag hafa sveitarfélögin svigrúm til að forgangsraða þjónustu á meðan að málaflokkurinn ekki full fjármagnaður frá ríkisvaldinu, og við þreytumst ekki á að endurtaka það. Við viljum að sjálfsögðu veita fyrstu flokks þjónustu, íbúarnir eiga það skilið, en málaflokkurinn hefur ekki verið og ekki ennþá full fjármagnaður. Þá hafa tekjur frá jöfnunarsjóði lækkað, ný lög jöfnunarsjóð sveitarfélaga hafa tekið gildi og frá árinu 2026 þá lækkar fjárveitingin til okkar 100 milljónir og svo 50 milljónir á ári, en heildaráhrif nýju laganna 250 milljóna króna lækkun á ársgrundvelli. Við höfum barist fyrir því að fá vægi einstakra þátta í jöfnunarsjóðslíkaninu breytt, þannig að skellurinn á okkur verði ekki jafn mikill, en vel að merkja, í upphafi síðasta árs þá átti skellurinn að vera 400 milljónir og hann var síðan lækkaður í 250 milljónir og því var ekki haggað. Þá hafa kjarasamningar haft áhrif á fjárhagsáætlun næsta árs og næstu ára, en kostnaðarmat okkar vegna kjarasamninga kennara 330 milljónir á ári sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2025 og næstu 3 ára. En við sjáum strax að þessi kjarasamningar hafa haft mjög jákvæð áhrif á skólastarfið í bænum, ekki síst leikskólana, þannig að það auðveldara að manna, þannig að ég tel að sem samfélag verðum við ríkari þrátt fyrir að það hafi tekið svolítið á að finna þessa peninga inni í kerfinu hjá okkur. Við fögnum því að á næsta ári eða frá 1. janúar 2026 mun ríkið taka yfir vistun barna með fjölþættan vanda. Það hafa verið settir 3 milljarðar í málaflokkinn og ríkið hyggst setja á laggirnar búsetukjarna fyrir börn með fjölþættan vanda, en líka að semja við einstaka sveitarfélög að sinna þjónustunni til að byrja með, vegna þess að það áætlað að þetta sé á 4. tug barna sem í ýmsum einkaúrræðum í dag, og það mun taka auðvitað tíma að finna þeim
varanleg úrræði og sum ef það metið þannig að það sé einhver áhætta að flytja þau eða annað þá þarf auðvitað fyrst og fremst að hafa hag þessara barna að leiðarljósi að þá hugsanlegt hægt að semja við sveitarfélög eða við einhvern einkaaðila til að byrja með í þessari þjónustu og einhver færi þá í búsetuþjónustu á vegum ríkisins. Við höfum ekki gert ráð fyrir útgjöldum vegna þessara mála hjá okkur vegna þess að eins og ég segi þá mun ríkið taka við þessum málaflokki og við höfum verið með greiðslur frá jöfnunarsjóði í okkar tilvikum og þannig að þetta ekki að hafa fjárhagsleg áhrif á okkur, þetta hefur hins vegar áhrif á starfsmannahald og rekstur. Ef að ríkið velur að gera ósk eftir samningi við okkur, að þá munum við gera lagfæringar ef þær koma núna á milli umræðna. En við höfum auðvitað þrýst gríðarlega mikið sveitarfélögin að fá einhverja skýra línur, fá að vita staðfestingu á hvaða börn þetta að ræða, hvað eiga sveitarfélögin að gera, en þessi vinna hún tekur sinn tíma. Nú, ef ég fer í gjöldin að þá erum við með töflu yfir fasteignagjöldin en fasteignaskattur A mun lækka úr 0,20% í 0,19% á árinu 2026. Fasteignaskattur B er óbreyttur, fasteignaskattur C er 1,495, álagningarprósenta lækkaði á síðasta ári í fasteignaskatti C. Nú fráveitugjaldið lækkar úr 0,089% í 0,084 og gert er ráð fyrir að vatnsgjald og lóðarleiga A og B haldist óbreytt. Nú, gjaldskrár hækka í samræmi við verðlag eða 3,5%. Gjöld á leikskóla hækka 9,5%. Mosfellsbær greiðir niður dagvistun hjá dagforeldrum þannig að foreldrar greiða jafnhátt gjald hjá dagforeldrum og á leikskólum til þess að jafna aðstæður barna þeirra sem komast inn 12 mánaða og hinna sem þurfa að bíða eru kannski fædd í september, október og þurfa að bíða mun lengur heldur en önnur. Og það gert ráð fyrir 892 börnum í leikskóla bæjarins á næsta ári, auk 30 barna í sjálfstætt starfandi leikskólum og 43 börnum hjá dagforeldrum. Nú, með þeirri hækkun á gjaldskrá sem er boðuð í fjárhagsáætluninni er hlutdeild foreldra í kostnaði 8% en kostnaður við einsársbarn í leikskóla samkvæmt viðmiðunargjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga er 561.000 á mánuði og 318.000 vegna 5 ára barna. Hlutdeild kostnaðar hefur lækkað stöðugt á síðustu 12 árum en hún nam 32% árið 2013. Nú, sveitarfélagið verður áfram með lægstu gjöldin á höfuðborgarsvæðinu og með þeim allra lægstu á landinu eins og staðan er í dag að þá er það Hveragerði sem er með 200 krónum lægra leikskólagjald en annars erum við næstlægst af þeim sveitarfélögum sem ég hef séð töflur yfir. Nú, fjárfestingar, brúttófjárfestingar árið 2026 eru rúmlega 4,1 milljarður og það er áætlað að fjárfesta 3,2 milljarða í A-hlutanum. Gatnagerðin er þriðjungur af fjárfestingunni eða tæpur milljarður. Íþrótta- og tómstundamannvirki eru tæplega 1,2 milljarður og það vegur hæst hönnun og framkvæmdir við þjónustu og aðkomubyggingu, félagsaðstæða fyrir afturheldingu og fleira. Bæjarráð hefur samþykkt heimila bæjarstjóra að undirbúa útboð þar sem bæði bygging og rekstur, þjónustu og aðkomubyggingar verður boðin út. Við vildum samt setja fjármagn inn í áætlunina til þess að hafa borð fyrir báru. Þá eru þakviðgerðir við Lágafellslaug ráðgerðar og 470 milljónir fara í endurnýjun á heimilisfræðistofu og kjallara Varmárskóla og 300 milljónir í endurbætur skólalóða, meðal annars körfuboltavöll við Kvíslaskóla. Á
Á næsta ári verður nýtt skammtímavistheimili fyrir fötluð börn opnað í Leirvogstungu og við munum gera samning við einkaaðila rekstur nýs fjölskylduheimilis á vegum barnaverndar. Nýtt þjónustuver verður opnað á fyrstu hæðinni og markmiðið að auka og bæta aðgengi að þjónustu bæjarins. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég hef nú vikið að helstu forsendum fjárhagsáætlunar og fjárfestingum ársins 2026. Áætlunin 2026 gerir ráð fyrir að skuldaviðmið A- og B-hluta verði 102% sem vel undir þeim 150% sem hámarkið og skuldaviðmið A-hluta verði 100% sem einnig vel undir þeim 110% sem drög að nýrri reglugerð gerir ráð fyrir. Veltufé frá rekstri eða þeir fjármunir sem eru eftir til fjárfestinga og afborgana lána þegar búið að greiða allan rekstrarkostnað áætlaður 2,2 milljarðar eða 8,9% af tekjum. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held að við getum öll verið ánægð með þessa fjárhags- og fjárfestingaáætlun. Hún vönduð og vel ígrunduð og við höfum náð að mæta því tekjutapi sem áður var nefnt, auk mikilla hækkana kjarasamninga án þess að það muni bitna á þjónustu sveitarfélagsins. Þá höldum við áfram viðamiklum fjárfestingum í þágu barna og ungmenna og íþrótta í bænum, einnig velferðarmála, auk þess að sinna gatnagerð og öðru viðhaldi. Áætlunin rúmar því bæði áframhaldandi miklar fjárfestingar miðað við stærð sveitarfélagsins og hóflegan afgang af rekstri. Ég vil að lokum þakka okkar frábæra samstarfsfólki fyrir samvinnuna við gerð fjárhagsáætlunar 2026 og 3 ára áætlunar og vil fyrst og fremst nefna þau Önnu Maríu Axelsdóttur á fjármála- og áhættustýringarsviði og Pétur Jens Lofton fjármálastjóra sem hafa verið vakin og sofin yfir verkefninu. Þá nutu þau góðrar aðstoðar annarra starfsmanna á sviðinu. Þá vil ég þakka okkar góðu sviðsstjórum og forstöðumönnum stofnana fyrir þeirra framlag sem og bæjarlögmanni og skrifstofustjóra umbóta og þróunar, auk Sif Sturludóttur fyrir framsetningu og utanumhald með greinargerð með fjárhagsáætlun. Þá vil ég þakka bæjarfulltrúum fyrir þeirra framlag og samstarf í þessari vinnu. Takk fyrir áheyrnina. Takk fyrir, bæjarstjóri fyrir. Má ég óska eftir fundar? Já, það óskað eftir fundarhlé og við verðum með því.
Og þá höldum við áfram 882. fundi bæjarstjórnar og við erum í umræðum fjárhagsáætlun fyrri umræðu og bæjarfulltrúi Hallakarin, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og starfsfólk Mosfellsbæjar. Ég kem hérna upp fyrir máli 1 fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026 til 2029 fyrri umræða. Mér langar bara að byrja á því allavega að þakka bæjarstjóranum okkar, fjármálastjóra, deildarstjóra, hag- og áætlunardeildar fjármálasviðs og öðrum stjórnendum og starfsfólki bæjarins þakkir fyrir þá miklu vinnu sem liggur á baki þessara fjárhagsáætlunar. Við vitum að forsenda fyrir því að geta lagt fram góða áætlun á réttum tíma er þrotlaus vinna og yfirlega hjá fjölmörgum. Eitt af því sem gerði áætlunina sérstaka eða sérstaklega krefjandi í þetta sinn var að tekjur bæjarins frá jöfnunarsjóði lækka og kjarasamningar við kennara voru hærri en gert hafði verið ráð fyrir í fyrri áætlun. Hvort tveggja þýðir að rýna þarf reksturinn mjög vel til að halda jafnvægi. En til að fyrirbyggja allan misskilning þá erum við ánægð með að starfsfólk okkar í skólum og leikskólum náðu umtalsverðum kjarabótum í samningum enda vitum við það að gott og framsækið skólastarf byggir á því að í skólum starfi gott starfsfólk sem veit að framlag þess til samfélagsins sé metið að verðleikum. En fyrir okkur eftir stendur að við þurfum að finna leiðir til þess að mæta þeim hækkunum í fjárhagsáætlun bæjarins og því hefur verið farið fram mikil vinna í að endurskoða allar áætlanir í samvinnu við sviðsstjóra, skólastjórnendur og forstöðumenn og finna hvar hægt væri að ná fram sparnaði í rekstri án þess að það bitni á þjónustunni. Það var okkar markmið að rekstur A-hluta væri ekki háður byggingaréttargjöldum, þó þau séu mikilvæg til þess að ná að borga vexti vegna lána sem við höfum tekið til uppbyggingar. Eins og fram hefur komið í opinberri umræðu, þá er þetta ein helsta áskorun sveitarfélaga í dag. Við viljum sérstaklega taka það fram hversu vel hefur tekist að halda útgjöldum innan marka svo þetta markmið næðist og vil ég þakka starfsfólki í Mosfellsbæjar fyrir þeirra góða framlag. Þá er enn og aftur ástæða til að hrósa, ég held ég sé búin að gera það hérna í hvert skipti sem við höfum komið hérna með fjárhagsáætlun, fyrir framsetningu greinagerðarinnar sem fylgir fjárhagsáætluninni. Þetta er í 3. sinn sem við fáum svona skilmerkilega og vel útfæra greinagerð. Vá hvað þessi greinagerð er mikil snilld. Hún hjálpar ekki bara okkur, kjörnum fulltrúum, að ná yfirsýn og skilning á umfangi málaflokka og þjónustu Mosfellsbæjar, heldur þetta líka mjög áhugaverðar og aðgengilegar upplýsingar fyrir íbúa sveitarfélagsins. Það er mikilvægt að framsetning á upplýsingum sé þannig að hún auki skilning á starfseminni, umfangi hennar og forgangsröðun. Ég vil þakka Sif Sturludóttur sérstaklega fyrir hennar vinnu við uppsetningu á þessari greinagerð. Að reka sveitarfélag eins og Mosfellsbæ með 13.715 íbúa er stórt og ábyrgðarmikið verkefni. Það þarf að huga að mörgu eins og góðri og persónlegur þjónustu við bæjarbúa, skóla- og velferðarmálum, íþrótta-, menningar- og lýðheilsumálum, innviðauppbyggingu, skipulagsmálum, umhverfismálum, snjómokstri, garðslætti, viðhaldi og endurbótum fasteigna svona mætti lengi telja. Þannig að þetta er mikið og stórt verkefni. Tekjur okkar eða tekjur sveitarfélagsins koma fyrst og fremst frá útsvari,
framlagi jöfnunarsjóðs, fasteignaskatti og lóðarleigu. Í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun þá leggjum við til að álagningarprósenta fasteignaskatts verði lækkuð til að koma á móts við hækkun fasteignamats. Þannig lækkum við fasteignaskatt á íbúðarhúsnæði úr 0,20 í 0,19% og fráveitugjaldið frá 0,089% í 0,084%. Aðrar álagningarprósentur fasteignagjalda verða óbreyttar. Og þá verður útsvarsprósentan óbreytt. Áætlaðar heildartekjur Mosfellsbæjar eins og kom fram áðan hjá bæjarstjórunum okkar árið 2026 eru 24,7 milljarðar. Rekstragjöldin okkar eru áætluð tæpir 22 milljarðar og því rekstraniðurstaða okkar fyrir fjármagnsgjöld tæpir 2 milljarðar eða 1.923 milljónir. En þegar við höfum greitt fjármagnsgjöldin, þá munum við skila 556 milljónum í rekstrarafgang í A- og B-hluta. Og því getum við verið stolt af rekstur okkar í því rekstrarumhverfi sem sveitarfélögum búið. Fjórða árið í röð sýnum við ábyrga fjármálastjórn og skilum fjárhagsáætlun sem gerir ráð fyrir rekstrarafgangi. Við erum stolt af þessari fjárhagsáætlun. Við teljum hana standa vörð grunnþjónustu sveitarfélagsins og gott betur. Hún líka í fullu samræmi við áherslur meirihlutans og þann málefnasamning sem unnið eftir. Þessi áætlun sýnir metnað til að veita framúrskarandi þjónustu við börn, ungmenni og fjölskyldur með sérstaka áherslu á velferð, forvarnir og lýðheilsu. Við fórum í nýtt verkefni í byrjun árs 2025 sem við nefndum börnin okkar og það forvarnaverkefni með 27 aðgerðum sem eru allar komnar til framkvæmda. Stórt hrós til alls starfsfólk hjá okkur sem hefur lagt allt sitt í að gera þetta svona vel og fagmannlega. Þetta verkefni, þetta forvarnarverkefni mjög þarft og hefur sýnt okkur að það skiptir máli. Við munum að sjálfsögðu halda áfram þeirri góðu vinnu á árinu 2026. Þar munum við leggja mikla áherslu á námskeið og fræðsluviðburði fyrir foreldra, opnu foreldralínuna, stuðningsúrræði fyrir börn og fjölskyldur, unglingaráðgjafan og bergið Headspace sem og önnur góð forvarnaverkefni sem við erum nú þegar að gera vel. Við erum á lokametrunum að verða barnvænt sveitarfélag og erum ákveðin í að fjárfesta í framtíðinni, börnunum okkar og gera allt sem okkar valdi stendur að styðja við þau og fjölskyldur þeirra. Það hefur verið virkilega ánægjulegt og gott að fylgjast með þessum aðgerðum eins og til dæmis foreldrafræðslunni, hvernig það hefur verið fullt út af dyrum þegar það hefur verið auglýstir viðburðir og mörg af þessum fræðslunámskeiðum haldin aftur og aftur af því aðsóknin mikil. Það skiptir máli. Við getum ýmislegt ef allir leggjast á eitt í að búa í haginn fyrir ungt fólk og þá eru auðvitað foreldrar og fjölskyldan í aðalhlutverki. Og inni í áætluninni einmitt ýmislegt til þess að styrkja foreldra og stórfjölskyldu. Enn og aftur bara ítreka ég það að við þurfum fjölbreyttar og víðtækar aðgerðir og þátttöku alls í samfélaginu til að halda betur utan börnin okkar. Vinna bættri líðan þeirra og leiðbeina og hvetja börnin áfram í uppbyggilegu og jákvæðu umhverfi. Börnin eru framtíðin. Áfram verður lýðheilsa rauð þráður í öllum okkar ákvörðunum. Það því gaman að segja frá því
að til viðbótar við þau fjölmörgu íþróttagreinar, eða þær fjölmörgu íþróttagreinar innan aftureldingar í golfinu og í hestaíþróttum hafa bæst við sem dæmi parkour, rafíþróttir, borðtennis og skák að ógleymdum íþróttum fyrir alla. Því við viljum að öll börn í Mosfellsbæ geti fundið íþróttaiðkun sem hentar þeim. En ég vil líka minna á lýðheilsuna og allar þær hjóla- og tæknibrautir sem búið að gera til dæmis í ævintýragarðinum. Og við ætlum að halda áfram. Við ætlum að auka við hjóla- og tæknibrautum hér í fallega umhverfinu okkar. Það skiptir máli að hafa fjölbreytni í boði. Á þessu kjörtímabili hefur svo sannarlega verið lyft grettistaki í menningu og félagsstarfi aldraða með því að gera Brúaland að félagsheimilinu þeirra og fjölmörgum viðburðum í Hlégarði. Það er allt á fleygiferð hvað varðar hreyfingu og námskeið tengt því fyrir eldra fólk. Margt af eldra fólkinu okkar hefur því nóg að gera. En það þarf alveg eins þar eins og með börnin okkar að hugsa að hafa fjölbreytni. Við höldum áfram með verkefnið Gott að eldast og ætlum að efla endurhæfingu í heimahúsi og stuðning við athafnir daglegs lífs. Það er gaman að segja frá því að eftir að félagsstarfið flutti frá Eirhömrum og niður í Brúaland hefur orðið 40% fjölgun þeirra sem sækja félagsstarfið. Það er dágott. Það má segja að við séum búin að búa til svona menningarstíg frá listasalnum okkar á bókasafninu og niður í Hlégarð, þar sem við erum nú haldnir hundruði viðburða á ári, og frá Hlégarði niður í Brúaland, þar sem allt iðar að lífi alla daga. Nýjasta nýtt eru áform safn ullina okkar sem verður að veruleika á nýju ári, niður í Álafossskvossin okkar góðu. En það verkefni er unnið í samvinnu við nýjan eiganda fyrstu hæðarinnar í Álafosshúsinu eða Álafossbúðinni eins og hún er oft kölluð. Sömu sögur að segja með félagsmiðstöðvarnar okkar. Starfsfólkið þar er að gera stórkostlega hluti fyrir ungmennin okkar alla daga. Og það nýjasta sem er komið til út frá forvarnaverkefnin okkar, börnin okkar, er að það er búið að auka opnunartíma. Þannig nú erum við komið með opnunartíman á kvöldin 3 sinnum í viku fyrir 10 til 12 ára krakka. Eða börn. Og svo er annað hvert sunnudagskvöld, þá er opið fyrir 16 til 18 ára. Annars, bara svo það sé sagt, að þá eru félagsmiðstöðvarnar okkar opnar frá 9 til 16 alla daga fyrir 13 til 15 ára ungmenni og svo eru þau opin á kvöldin alla virka daga. Bara stórt hrós á starfsfólk félagsmiðstöðvarnar. Það skiptir miklu máli fyrir marga. Skrifstofa umbótar og þróunar hefur undanfarin 2 ár unnið að umbótum að ýmsu. Það er unnið að umbótum í stafrænum málum, hjá stjórnsýslunni og framkvæmt yfir 30 stafræn verkefni. Og á næsta ári ætlum við að leggja meiri áherslu á umbætur í upplýsingatækni. Endurnýjun innviða með áherslu á öryggi, kerfa og gagna. Einnig ætlum við að einfalda innkaup og þjónustukaup með hagkvæmni að leiðarljósi. Þá er unnið að því að koma upp ljósmyndagagnagrunni til að auðvelda utanumhald og nýtingu myndefnis í eigu bæjarins. Þar er líka allt á fleygiferð. En við erum líka fjárfest í tæknibreytingum og nútímavæða sem mun til lengra tíma litið skila okkur hagræðingu. Dæmi það, eins og ég sagði áðan, er stafræna vegferðin og upplýsingatæknin, en líka verkefni eins og LED-væðing á götulýsingu. Við höfum sett þó nokkra fjármuni í það á undanförnum árum og erum aldeilis ekki hætt. Og ætlum að halda þeirri vegferð áfram, en við erum nú þegar búin að skipta út 1400 lömpum af 3500 hér í bæ.
Við höfum sett upp rafmagnskassa út allt sem kannski margur hefur ekki tekið eftir en hefur kostað sitt og förum í útboð og uppsetningu á stýribúnaði á götulýsingum á árinu 2026. Það mjög mikilvægt að koma því á framfæri að með þessu erum við að stuðla að orkusparnaði og drögum úr viðhaldsþörf þegar fram í sækir, sem skiptir gríðarlega miklu máli í rekstri bæjarfélags eins og Mosfellsbæjar, þegar til lengri tíma litið. Því þá hægt að gera eitthvað annað fyrir það fjármagn sem við spörum. Hvað varðar gjaldskrána okkar, þá hækkar hún almennt 3,5%. En við höfum tekið ákvörðun að hækka leikskóla og fæðisgjaldið 2.924 krónur á mánuði fyrir 8 tíma vistun eða 9,5% hækkun. Þrátt fyrir þessa hækkun, þá verður Mosfellsbær áfram með lægstu leikskólagjöldin á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju erum við að gera þetta? Jú, við erum að gera þetta til þess að tryggja áframhaldandi góða þjónustu við börn og fjölskyldur. Við vildum ekki fara í stórar kerfisbundnar breytingar á fyrirkomulagi leikskólaþjónustu, eins og mörg önnur nágrannasveitarfélögin okkar hafa verið að gera. Gjald fyrir 8 klukkustunda skóladag í Mosfellsbæ verður 33.669 krónur á mánuði. En nú í dag 30.745 krónur. Þetta eru rúmlega 2.900 krónur á mánuði. En aðeins yfir í það, en þetta á bilinu 10, takið eftir, 10 til 20.000 króna lægra en sami vistunartími kostar í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Engin breyting verður á reglum afslætti á leikskólanum. Það verða áfram systkinaafslættir og aðrir afslættir sem við höfum veitt og gerum enn. Ég vil bara segja enn og aftur að þrátt fyrir þessa hækkun verða leikskólagjöld í Mosfellsbæ með þeim lægstu á landinu og lægst á höfuðborgarsvæðinu. Svo bara mikilvægt að minna á umhverfi leikskólakennarans. Undanfarin misseri höfum við staðið yfir markviss vinna við að bæta starfsumhverfi leikskólana okkar. Launakjör hafa batnað til muna með nýjum kjarasamningum og allir starfsmenn leikskóla fá nú 30 dagars sumarleyfi. Með skipulagsbreytingum og skráningadögum hefur tekist að innleiða styttingu vinnuvikuna að fullu sem ég vil hrósa fyrir og skiptir okkur miklu máli. Bæði starfsfólkið en einnig auðvitað þær fjölskyldur sem nýta sér leikskólana, allir séu ánægðir og við löðum til okkar fólk. En varðandi þessa skráningadaga, bara aðeins að útskýra það, þá vil ég nefna að afsláttur veittur vegna þeirra skráningadaga sem börn eru ekki í leikskólanum. Þannig ef ég er með barn í leikskóla, nægi það alltaf klukkan 2 á föstudögum, þá fæ ég mínus 2 tíma á viku sem dregst frá leikskólagjaldinu, sem eru kannski þá 8 til 10 tímar á mánuði. En forráðamenn þeirra barna sem þurfa að vera með barnið sitt í leikskóla á skráningadögum þurfa ekki að borga neitt. Þau borga bara, eða þegar ég segi ekki borga neitt aukalega. Þau borga bara leikskólagjaldi sem það fyrir mánuðinn og nýta þjónustuna. Starfinn að leikskólanum í bænum afar metnaðarfullt og öflugt og til að halda áfram að veita þessa góða þjónustu hefur verið nauðsynlegt að fara í breytingar eins og skráningadagana og nú þessi hóflega hækkun leikskólagjalda nauðsynleg. Með þessum breytingum vonumst við til að halda öflugu, faglegu starfsfólki og laða að nýtt og halda áfram að byggja á gæðum, fagmennsku og góðum starfsskilyrðum fyrir starfsfólk sem grunnurinn að metnaðarfullu og öflugu leikskólastarfi og góðri umönnun barna. Ég vil líka kannski koma því bara inn að við erum áfram og það hefur verið gert í áraraðir
að 12 mánaða börn sem eru fædd fyrir 1. ágúst ár hvert fá leikskólapláss og það er áfram þannig. En yfir í annað. Eins og mörg undanfarin ár þá stendur til að fara í fjölmargar fjárfestingar á árinu 2026. Við ætlum að fjárfesta fyrir tæplega 4,2 milljarða á árinu, eins og kom fram áðan í ræðu bæjarstjóra. Við leggjum megin áherslu á uppbyggingu og endurbætur á húsnæði í eigu bæjarfélagsins og það þarf að veita gott viðhald. Þar liggja fyrir fjölmörg mikilvæg verkefni sem þarf að sinna. Sem dæmi má nefna erum við að leggja 470 milljónir í endurbætur á Varmárskóla og þá verður farið í nauðsynlegt viðhald á Hlégarði sem og mikið viðhald á íþróttamiðstöðinni að Lágafelli. Þar að auki eru líka stórar gatna- og veituframkvæmdir fyrirhugaðar á næstu ári og stærsta einstaka fjárfestingin liggur í uppbyggingu á nýrri þjónustu og aðkomubyggingu. En gert er ráð fyrir 596 milljónum í hana. En allt í allt eru 840 milljónir í Varmársvæðið. Og inn í því fjármagni sem sagt er náttúrulega þá þjónustu og aðkomubyggingin ásamt félagsaðstöðu sem á að fara er byrjað að byggja þar eða að hanna allavega og koma fyrir allavega byrjað á því og fleira. Við erum líka að halda áfram með að bæta leikvellin okkar og inn í því er til dæmis þessi körfuboltavöllur sem verður við Kvíslaskóla. Eins og flestir vita þá var farið í góða þarfagreiningu í samstarfi við alla hagaðila varðandi þjónustu og aðkomubygginguna og meðan þeirri vinnu stóð tókum við önnur aðkallandi verkefni fyrir. Eða það sem er listað upp í efluskýrslunni svokölluðu, eins og endurnýja fótboltavelli og nú í þessum töluðu orðum erum við komið með 2 fullbúna gervigrasvelli og frjálsíþróttavöll sem er langt komin. Við erum líka að búa til félagsaðstöðu eins og ég talaði áðan og hún á auðvitað eftir að nýtast vel. Við leggjum mikið metnað eins og áður í endurnýja skólalóðir sem er til bóta fyrir nemendur en ekki síður fyrir þær fjölmörgu fjölskyldur sem nýta sér þær til ánægju og afþreyingar utan skólatíma. Það verkefni er í samræmi við lýðheilsu og forvarnar áherslur sem ég nefndi áðan. Við munum á þessu ári eða sem sagt næsta 2026 þá munum við opna skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni og nýtt fjölskylduheimili fyrir börn tekur til starfa. Það er margt í gangi hjá stóru sveitarfélagi og það þarf að huga að mörgu. Við erum öll hér starfsfólk og kjörnir fulltrúar með mikinn metnað fyrir velferð íbúa Mosfellsbæjar og aukinni hagsæld. Ég þreytist aldrei á að segja það því að ég sé það svo greinilega þegar ég er á öllum þessum fundum og þegar ég er að vinna með ykkur öllum hérna hvað allir eru með hjartað fyrir Mosfellsbæ. Við vitum að fjárhagur sveitarfélaga er með þeim hætti að ekki er hægt að koma til móts við allar þær væntingar sem til okkar eru gerðar. Mörgum finnst mögulega ekki nóg gert á einhverjum stöðum en þá kemur einmitt hlutverk okkar kjörinna fulltrúa að forgangsraða og útskýra fyrir bæjarbúum hvað liggur á baki forgangsröðinni hverju sinni. Þetta ég nefni þetta líka alltaf, mér finnst einhvern veginn svona að reka sveitafélag, það sé stundum, þetta er ekkert ólíkt en að reka heimili, bara þetta er náttúrulega miklu stærra. Við höfum ekki efni á öllu, en við getum tekið eitt og eitt skref og nálgast strauminn eða markmiðið eða hvert við erum að fara. En við tökum hlutverki okkar og ábyrgð alvarlega og leggjum mikinn metnað í að sinna okkar störfum af kostgæfni, heiðarleika og í sem bestu samstarfi við alla hagaðila og ætíð með almanna hagsmuni að leiðarljósi. Það verður áfram mjög gott að búa í Mosfellsbæ. Á næstu árum
verður uppbygging á Blikastaðasvæðinu sem mun reyna á alla innviði og við höfum unnið ötullega að því að gæta hagsmuna Mosfellsbæjar í því verkefni. Við erum þegar farin að sjá merki uppbyggingu á atvinnusvæðinu sem fékk nafnið Korputún, en þar allt á fullri ferð. Tilkoma þess mun breyta lífsgæðum okkar hér, þannig að fleirum mun gefast kostur á að vinna nær heimilinu sínu. Ekki það slæmt. En ég ætla að láta þetta nægja, en það búið að vera svolítið langt, en mig langar að lokum að þakka öllum hér fyrir sitt framlag. Og þá meina ég líka framlag og vinnu ykkar kjörinna fulltrúa sem eru hér með mér, daginn út og daginn inn, sem eru vakin og sofandi yfir hagsmunum Mosfellsbæjar. Ég held að margir geri sér ekki grein fyrir því hvað við eyðum miklum tíma saman og hvað það margt sem við þurfum að huga að. Því að það svo margt sem skiptir máli í svona bæjarfélagi eins og Mosfellsbæ. Og ég held að það gerir sér ekki grein fyrir nema þeir sem hafa unnið við það eitthvað tíma. Hvað þetta mikil yfirlega og mikil ábyrgð. Okkar hlutverk að horfa á heildarmyndina í rekstri sveitarfélagsins. Það áskorun en á sama tíma ákveðin forréttindi. Og ég segi, eins og ég hef sagt áður, njótum þess að sitja við þetta borð, vinnum saman og eigum málefnaleg samskipti efnistök þessara áætlanar. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óskar til að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem hér upp undir lið þessa bæjarstjórnarfundar sem fyrri umræða fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026. Ég vil byrja á því að taka undir þakklæti sem hér hefur komið fram áður til starfsmanna sveitarfélagsins og bæjarstjóra fyrir þessa fjárhagsáætlun og tek undir það líka að sú framsetning sem á henni mjög góð og til mikillar fyrirmyndar. Þannig að því sé til haga haldið í upphafi. Nú, ég velti fyrir mér, forseti, í upphafi míns máls hversu mikið maður á að ræða fjárhagsáætlunina eða hvort að maður á að ræða rosalega mikið hvað búið að gera undanfarin 2-3 ár eins og kollegi minn Halla Karin bæjarfulltrúi gerði. Við erum að ræða fjárhagsáætlun 2026 en ekki endilega það sem búið að gera rosalega mikið gott á kjörtímabilinu. Ég veit að reyndar að það að koma kosningar en það spurning hvort við þurfum ekki aðeins að halda okkur betur við að ræða þær forsendur sem í fjárhagsáætluninni fyrir 2026. En það samt engu að síður mjög ánægjulegt það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Höllu Karinnar að það margt búið að gerast mjög jákvætt í bæjarlífinu og framkvæmdum og öðru slíku sem vert að nefna en við getum þá alveg farið að teygja okkur aftur til síðasta kjörtímabils ef við viljum gera það vegna þess að það svo ánægjulegt að margar af þessum framkvæmdum sem að ljúka núna fór af stað á fyrra kjörtímabili undir stjórn annars meirihluta og má þar nefna leikskólann í Helgafelli þar sem verið að gera umbætur á Varmá og svo framvegis. En þetta eitthvað sem við þurfum ekki að ræða mjög mikið. Við erum í svolítið sérstöku umhverfi núna við að ræða þessa fyrri umferð fjárhagsáætlunar vegna þess að oft hefur nú verið í vissri óvissu varðandi efnahagsmál þessara ágætu þjóðar og hvernig staðan en þau kannski óvenju mikil núna og eins og kom fram í ræðu bæjarstjórans okkar Regínu að þá viss spenna fyrir næsta föstudegi þegar kemur í ljós hvernig staðan Við erum að fara eftir vísitölu í dag, eftir þjóðhagsspá í dag sem við gerðum í júlí
þar sem að verið að fara með verðbólgu upp á 3,6%, en við vitum að hún töluvert meiri. Og bara ef við horfum á að hún óbreytt, að þá hefur það veruleg áhrif á þessa fjárhagsáætlun sem að hér liggur fyrir, og þess vegna getum við verið að tala um talsvert aðra hluti í síðara umræðu þessara fjárhagsáætlun sem að eftir 3 vikur. En vonandi verður ekki mikið sem að breytist í því, en það eru samt sem áður mjög mikla blikur á lofti, og þá ég ekki bara að tala um þessi áföll sem að hafa dunið á þjóðarbúinu undanfarna vikur, heldur það eru mikla sviptingar sem að lúta til dæmis að hækkunum á sköttum á fólki í landinu og fyrirtækin í landinu, og við heyrum það í fjölmiðlum og lesum það í fjölmiðlum að það eru mjög margir hagaðilar sem hafa miklar áhyggjur af því, ekki bara þessum beinu hækkunum sem að heita reyndar ekki skattahækkanir hjá þessari ríkisstjórn, heldur þetta heita ýmist leiðréttingar eða eitthvað annað, vegna þess að þetta eru svo þetta hríslar svo víða þjóðfélagið, sem gerir það að verkum að við verðum að horfa á það að verðbólgan geti verið miklu mun hærri heldur en við erum að horfa á í dag, og eins og framkom hér áðan, atvinnuleysi að aukast, og við höfum kannski sérstakar áhyggjur af ferðaþjónustunni sem að skiptir okkur gríðarlega miklu máli, eins og við vitum, vegna þess að þar eru núna áformaðar mjög miklar skattahækkanir með mjög litlum fyrirvara sem að vert að hafa mjög miklar áhyggjur af. Þannig að þetta skiptir okkur mjög miklu máli, okkur sveitarfélagi, vegna þess að eins og við vitum að þá bæði vaxtastig og verðbólga, hún getur breytt mjög miklu í þessum rekstri meðan að við erum eins skuldsett og við erum. Nú, niðurstaða þessari fjárhagsáætlunar með þeim hætti að sveitarfélagið ekki í sjálfbærum rekstri. Við sjáum fram á að sú rekstrarniðurstaða sem af A-hluta sveitarsjóðs, hún nokkurn veginn á núlli þegar við erum búin að taka einskiptis tekjur frá sem af byggingarréttargjöldum, og þetta sennilega, ef ég fer rétt með, í þriðja árið sem við erum að horfa á þá niðurstöðu, og þetta nánast óásættanlegt fyrir okkur, en þetta svo staða sem við erum í. Hvað hægt að gera í þessu? Það hægt að auka tekjur, en við erum okkur mjög þröngur stakkur í því. Það þá að auka álögur á íbúa eða hækka skatta, eða þá að það hægt að horfa á kostnaðarliðina og reyna að hagræða eins mikið og hægt með þetta ástand. Það ekki hægt að gera allt fyrir alla þegar ástandið með þessum hætti, og það þarf að grípa til kannski sársaukafullra ráðstafana, og þá kannski sérstaklega á þeirri hlið sem tengt framkvæmdum, en þetta allavega þetta ástand sem við getum haft áhyggjur af, vegna þess að það þarf mjög lítið út að bregða til þess að ástandið á fjármálum okkar hér verður miklu verra heldur en verið að sýna hér í dag. Við erum líka að horfa á það að skuldirnar að hækka og lántakan að aukast og skuldahlutfallið okkar að hækka. Þannig að við þurfum að stíga mjög varlega til jarðar, og það verður fróðlegt að sjá hvað gerist á milli umræðanna núna næstu 3 vikurnar, og vonandi verður það ekki til þess að það þarf að gera mjög mikla breytingar á þessari áætlun. Nú, það sem að við ætlum að horfa á, Sjálfstæðisflokkurinn og D-listi í Mosfellsbæ, við ætlum að leggja fram 4 tillögur sem við teljum mikilvægt til þess að það verði gott og áfram að búa í Mosfellsbæ. Við skulum taka undir það að það mjög gott að búa í Mosfellsbæ, hefur verið gott að búa í Mosfellsbæ og verður það vonandi áfram. Við ætlum að leggja fram tillögur sem við teljum að séu bæði mjög góðar og þær ekki mjög kostnaðarsamar, en gerum okkur jafnframt grein fyrir því að allir auka kostnaðar sem við erum að leggja til hér, að það mjög viðkvæmt vegna þess að staðan eins og hún er. Þannig að við ætlum að leggja fram
5 tillögur og síðan í síðara umræðu að þá sjáum við hvernig staðan verður og getum þá farið betur yfir stöðu málana með þessa áætlun. Mér langar aðeins að tæpa á því vegna þess að það að tala um að leikskólagjöldin sé að hækka. Það er sannarlega rétt, þau að hækka 9,5% og það langt umfram þær hækkanir sem við erum að miða okkur við, sem 3,5%. Það líka rétt að leikskólagjöld eru lág í Mosfellsbæ og þau næst lægstu eins og kom fram í málinu hér áðan. En það sem skekkir aðeins þennan samanburð núna er það að sumir sveitarfélög hafa gert miklar breytingar á sínu kerfi varðandi leikskólamálin, eins og til dæmis Kópavogur, sem býður núna 6 tíma vistun á dag frítt og það það bil 30% af börnum í Kópavogi sem í þessari 6 tíma vistun og það munar minna fyrir foreldra á þessi 30% þeim foreldrar sem í Kópavogi að vera komið frían leikskóla, þannig að það skekkir aðeins myndina. Það talað að þetta sé lág tala á mánuði, en hún nú ekki lægri en það að foreldrar leikskólabarn sem með eitt barn á leikskóla í Mosfellsbæ, það borgar 13 mánuði árið 2026 fyrir leikskóladvöl barnsins síns í staðinn fyrir 12 mánuði 2025 vegna þess að hækkunin, þó hún sé ekki nema eins og að tala hér 3.000 krónur á mánuði, þá safnast þetta auðvitað saman í 12 mánuði og það munar örugglega það mörgum miðað við hvernig staðan í þjóðfélaginu í dag. Þannig að þetta eitthvað sem við teljum að þetta endurskoða og munum leggja fram tillögu það. Þannig að við erum að reyna að berjast við að halda niður verðbólgu og vaxtastigi og þetta kannski, þó þetta sé talað um að þetta sé lítið á mánuði þá þetta ekki góð umræða í þar. En ég ætla að fá að leggja hér fram tillögur Sjálfstæðisflokksins við þessa fjárhagsáætlun, fyrir umræðu fjárhagsáætlunar og ég má bara lesa þær upp, forseti. Sumar meira þess að eru gamlir kunningjar sem að fólk kannast hérna við, sem auðvitað gaman vegna þess að það er gott að gamla og góða kunningja. En það kemur kannski ekki til að góðu. Fyrsta tillaga sem við ætlum að gera hér, það er reyndar ekki gömul og góð tillaga heldur, að við leggjum til að það verði fjölgað stöðugildum við bólið, félagsmiðstöðina í Mosfellsbæ. Það í gangi hér prógram sem heitir Börnin okkar, sem mjög gott prógram sem var samþykkt hér á öllum flokkum í bæjarstjórn, en við leggjum til að stöðugildum við félagsmiðstöðina bólið verði fjölgað og fundin lausn á viðeigandi húsnæði fyrir bólið í Lágafellsskóla. Í bólinu boðið upp að fjölbreytta dagskrá ásamt klúbbstarfsemi þar sem flestir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Bólið gegnir einnig mjög mikilvægu forvarnarhlutverki. Það er mjög mikil og aukin aðsókn í starfsemi bólsins að þá nú svo komið að það er ekki hægt að taka við fleiri einstaklingum þar inn eins og kom fram í kynningu í íþrótta- og tómstundanefnd á dögunum. Hvað heitir íþrótta- og tómstundanefndin maður? Hún heitir eitthvað annað. Menningar, íþrótta- og tómstundanefnd. Og líf. Til þess að annað þessari auknu eftirspurn nauðsynlegt á okkar mati að fjölga stöðugildum ásamt í að finna lausn á viðeigandi húsnæði fyrir bólið í Lágafellsskóla. Þetta kostar pening, við gerum okkur grein fyrir því, en miðað við stöðuna og miðað við þá áherslu sem við erum að leggja á inn í Mosfellsbæ bætta og betri þjónustu við börnin okkar, þá teljum við að þetta sé mjög mikilvægt að þetta verði skoðað. Þegar við tölum aukningu á stöðugildum, þá þarf þetta ekki að vera 100% stöðugildi, það getur verið nóg að auka 2-3 hlutastöðugildi, það við látum það eftir útfærslu í stjórnsýslunni hér. Nú, næsta tillaga sem við ætlum að leggja fram gamalkunningi og þar erum við að tala um að spara fé, tíma, fyrirhöfn og vinnu og hún felst í því
að það verði lagt til fjármagn og sett vinna í gang við gerð deiliskipulags fyrir eldri hverfi í Mosfellsbæ. Þetta mál var komið af stað en það hefur verið stopp á þessu kjörtímabili. Þetta er mjög mikilvægt að fara í þessa vinnu og reyna að klára hana vegna þess að þetta sparar starfsfólki umhverfisins bæði tímavinnu og fyrirhöfn og ekki síður íbúum sveitarfélagsins. Og þetta er ekkert verið að tala að þetta þurfa að gerast á 6 eða 8 mánuðum. Við þurfum bara að hefja þessa vinnu og vinna hana jafnt og þétt, þó hún taki kannski 3 til 5 ár. Við höfum dæmi það að þannig var þetta gert á Seltjarnarnesi, þó að Seltjarnarnesi sé minna sveitarfélag heldur en okkar. En þetta myndi skila sér margfalt tilbaka í þessum þáttum sem við hefum nefnt á. Og þetta getur ekki verið sá kostnaður sem í þessu felst að sé ekki hægt að setja þessa vinnu í gang. Við trúum því allavega ekki. Tillaga 3, það er okkar uppáhalds gamli kunningi. Það er sem sagt búið að breyta reyndar orðalaginu vegna þess að á síðasta kjörtímabili síðasta fjárhagsáætlun ræddu við þetta og þá hét þetta öðru nafni en núna er tillaga þannig að unnið verða að stofnun hugverka eða nýsköpunarsmiðju í Mosfellsbæ. Það var samþykkt hér í síðustu fjárhagsáætlun að það yrði sett af stað vinna við þetta sem að myndi þá tengjast við nýja atvinnustefnu í Mosfellsbæ. Við höfum ekki heyrt til þess að þetta sé ennþá komið í gang. Þetta var held ég í öllum, þið leiðréttið mig að það ekki. Ég held að það hefur verið hjá öllum flokkum í síðustu kosningum að setja á stofn Fab Lab í Mosfellsbæ eða einhvers konar nýsköpunarsmiðju. Við vorum reynda fyrst með það í okkar stefnuskrá og það greinilega vart til lukku. Það hefur ekkert gerst í þessu máli, ekki neitt. Þannig að við treystum nú að það á þessum síðasta vetri fyrir kosningar að það verði sett vinna af stað í þessu og eins og við ræddum fyrir árið síðan, það er hægt að byrja smátt og það er ekki verið að tala að fara í fulla Fab Lab smiðju heldur að setja vinnu í gang sem að geti þá gert það að verkum og það var hægt að byggja utan það. Annað mál sem að við erum að flytja aftur sem að kostar ekki peninga eða ekki stóra peninga, það er það að það verður úthlutað nýjum lóðum í nýju deiliskipulagi í Hesthúsahverfinu. Þetta er búið að vera bitbein allt þetta kjörtímabil vegna þess að það liggur fyrir að það er mikill kostnaður sem felst í því að búa til þessa nýju lóðir niðri í Hesthúsahverfi. Hann liggur í því að það er mjög dýr gatnagerð vegna lagnamála í Hesthúsahverfinu og við leggjum þá aftur til eins og við gerðum í fyrra að það verði farið í það að úthluta lóðum í Hesthúsahverfinu í nýju deiliskipulagi og það verði framkvæmt sem fyrst. Taka þar ákvörðun lágmarksverð lóða með tilliti til kostnaðar vegna gatnagerðar og kostnaðar við lagnir og ákveða hvernig lóðunum verður úthlutað. Útboðið yrði með þeim skilyrðum að tilbúin lóðirnar yrði að dekka þann kostnað sem hlýst á nauðsynlegum gatna- og lagnaframkvæmdum sem nauðsynlegt er að ráðast í stækkun skipulagsins. Það er einhvern veginn ekkert endilega okkar að ákveða það að þetta verði svo rosalega dýrt að það mun enginn vilja bjóða í þessar lóðir. Það eru mjög margir hestamenn pirraðir út í það að þetta skuli ekki gerast. Af hverju við einhendum okkur ekki í það að fara í þessa vinnu, bjóða þetta út, ef það kemur svo í ljós að sá lágmarkskostnaður sem þarf til þess að úthluta þessum lóðum, hann fæst ekki í þeim tilboðum sem að koma, þá er bara búið að afgreiða málið. Þetta hverfur ekki, þessi þörf og þessi eftirspurn, þannig að ég skil vel að við séum ekki tilbúin að fara út í opin víxel með þetta, en ef þetta er gert með þessum hætti og skilmálurnar eru með þessum hætti, að þá er hægt að afgreiða þetta mál hratt og vel. Þannig að þetta er svo tillaga sem við leggjum fram í því. Síðan leggjum við fram lækkun á fasteignaskatti á atvinnuhúsnæði. Það er mjög ánægjulegt að það er nýbúið að hækka hér fasteignaskattin á íbúðarhúsnæði sem var gert fyrir á þessu kjörtímabili í 0,20 en núna er verið að lækka hann í 0,19 sem er bara mjög ánægjulegt. Við ætlum ekki að setja út af það að það sé lækkað. Það er væntanlega nóg til þess að halda í við
það að það hækkar ekki fasteignagjöld umfram verðbólgu á árinu 2026 en lækkun fasteignagjalda á húsnæði, á atvinnuhúsnæði er eitthvað sem að þyrfti að fylgja með og það er þá gert þess að vinna á móti þeim miklu hækkunum á fasteignaskatti sem að hefur orðið á atvinnuhúsnæði á þessu kjörtímabili. Fasteignagjöld í Mosfellsbæ hafa hækkað mikið undanfarin á 3 árum, undanfarin 3 ár og mun meira í öðrum sveitarfélögum en á höfuðborgarsvæðinu, sumum, vegna þess að þau hafa einfaldlega lækkað sína fasteignagjaldsprosentu meira heldur en við. Við erum í Mosfellsbæ í mikilli samkeppni þessi misserin við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að laða til okkar ný fyrirtæki og við erum að byggja hér upp hérna nýtt atvinnusvæði niður á hérna Blikastöðum eins og kom fram og við þurfum að vera samkeppnishæf Mosfellsbær til þess að laða til okkar þessi fyrirtæki. Það hefur illa gengið að fylla þau lausu atvinnuhúsnæði sem eru laus hérna í Mosfellsbæ og nægir þá að benda hérna bara yfir 2-3 götur yfir í Sunnukrika þar sem er nýtt og glæsilegt eða nýlegt og glæsilegt atvinnuhúsnæði sem stendur þar veikt. Þannig að við þurfum að reyna að gera eitthvað til þess að koma til móts við fyrirtækin í bænum og reyna að fá fleiri til okkar. Síðan að lokum er það tillaga númer 5 og við leggjum til að hækkun leikskólagjalda verði framkvæmd mögulega í 2 áföngum til að koma til móts við foreldra þar sem þessi hækkun er langt umfram aðrar gjaldskrárhækkanir sem að miðast við 3,5%. Við leggjum til að áramót verði 3,5% hækkun og eins og aðrar hækkanir sem hafa verið boðaðar og síðan verði boðaði síðar hluti hækkanurinnar tekin til endurskoðunar í júní 2026. Þetta eru þær 5 tillögur sem að við gerum við þessa fjárhagsáætlun og síðan til þess að tala tekjur á móti tillögunum að þá er lagt til að það verði endurskoðuð sú framkvæmdaáætlun fyrir 2026 sem er í gangi og mögulega forgangsröðun í henni og reynt að skoða aðra leiðir til þess að finna fjármagn til þess að fjármagna þessar tillögur. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi og forseti óskar eftir því að tillögum verði dreift á bæjarfulltrúa þannig að til upplýsingar þannig að þið hafi. En já, fleiri sem óska eftir að taka til máls. Ef það hingra eftir að tillögurnar skili sér til okkar í. Ef við kannski að taka örstutt fundarhlé á meðan við ekki
Þá fundi framhaldið hér 882. fundi bæjarstjórnar. Við erum enn í fyrri umræðum fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026 til 2029. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls fjárhagsáætlun eða þær breytingatillögur sem voru hér lagðar fram? Svo tel ég ekki vera og þá fyrst komið að því að taka fyrir breytingatillögurnar og forseti leggur til að framkomnum breytingatillögum verði vísað til umfjöllunar í bæjarráði fyrir síðari umræðu bæjarstjórnar fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026 til 2029 og eftir atvikum til frekari vinnslu innan stjórnsýslu Mosfellsbæjar. Og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu forseta að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og þá lagt til að bæjarstjórn samþykkja að vísa fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026 til 2029 til síðari umræðu í bæjarstjórn sem mun fara fram 3. desember næstkomandi og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og þá það annað dagskrármál og það tillaga að útsvarsprósentu 2026. Tillagan liggur fyrir í gögnum fundarins og bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Starfsumhverfi sveitarfélaga hefur, eins og við öll vitum, á undanförnum árum orðið sífellt meira krefjandi. Verkefnum okkar fjölgar og mörg þeirra eru lögbundin. Verkefni sem við verðum að sinna en á sama tíma okkur settar mjög skýrar skorður tekjuöflun. Þrátt fyrir þetta höfum við í Mosfellsbæ lagt mikla vinnu í að halda fjármála bæjarins á traustum grunni með ábyrgri og gegnsærri fjármálastjórn. Á síðustu misserum höfum við farið ítarlega yfir útgjöld bæjarins og leita allra leiða til að hagræða án þess að það bitni á þjónustu við íbúa. Þetta hefur krafist skipulagningar, forgangsröðunar og góðs samstarfs milli sviða. Niðurstaðan sú að við teljum að það bæði ábyrga og skynsamlega ákvörðun að halda útsvarsprósentunni í óbreyttri eða í 14,97% á árinu 2026. Virðulegi forseti, þetta jafnvægisákvörðun byggð á raunsæi, ábyrgð og virðingu fyrir fjárhag bæjarins og velferð íbúa. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan dagskrárlið. Svo tel ég ekki vera og þá tökum við fyrirliggjandi tillögu álagningarhlutfall útsvars til afgreiðslu og ég les þá aftur tillöguna lagt til að álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2026 verði 14,97% á tekjur einstaklinga og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Það eru 6, einhver á móti, svo ekki, það samþykkt með 6 atkvæðum og 5 atkvæði B-lista og D-lista sitja hjá. Takk fyrir. Það var komið að fundargerðum til staðfestingar og það þá 3. dagskrármál og það fundargerð 1687. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 30. október síðastliðinn og þar voru 10 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 687. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og 4. dagskrármál
fundargerð 9. fundar skipulags- og umhverfisnefndar Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 7. nóvember síðastliðinn og þar voru 10 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 9. fundar skipulags- og umhverfisnefndar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Og þá það almenn erindi. Það óskað eftir fundarhlé. Verðum við því. Þá höldum við áfram hér fundi. Við þurfum örlítið að bakka hér vegna þess að það var vakin athygli forseta hér á að bæjarfulltrúi Lovísa þarf að víkja af fundi við afgreiðslu máls númer 36. Það sem sagt í fundargerð 1687. fundar bæjarráðs. Þannig að við þurfum að endurtaka afgreiðslu þess máls, alla fundargerðina og tökum fyrir sérstaklega þá þann lið 36 og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja afgreiðslu bæjarráðs á máli 36 umsagnarbeiðni Samkeppniseftirlitsins að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum, takk fyrir. Og þá tekur bæjarfulltrúi Lovísa sæti að nýju og þá getum við tekið til afgreiðslu fundargerð 1687. fundar að öðru leyti. Og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 1687. fundar bæjarráðs að undanskildum liði 36 að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Og þá förum við aftur á þann stað sem við vorum komin fyrir fundarhlé. Það 5. dagskrármál og það fundardagatal bæjarstjórnar 2026.
Og þar tillaga, lagt til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að fundadagatali ársins 2026 og tillagan opin fyrir umræðu ef einhver óskar eftir að taka til máls hana. Svo ekki og þá tökum við hana til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fyrirliggjandi tillögu að fundadagatali ársins 2026 að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Og þá erum við komin að fundargerðum til kynningar og þar þá 7. dagskrármál 42. fundur öldungaráðs Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 3. nóvember og á dagskrá voru 4 mál og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 7. dagskrármál fundargerð 20. og 5. fundar notendaráðs fatlaðs fólks. Sá fundur fór fram 4. nóvember. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 8. dagskrármál fundargerð 412. fundar stjórnar Strætó BS. Sá fundur fór fram 10. október síðastliðinn og þar voru 10 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 9. dagskrármál fundargerð 431. fundar samstarfsnefndar skíðasvæðanna. Sá fundur fór fram 15. október síðastliðinn. Þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 10. dagskrármál fundargerð 987. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 21. október síðastliðinn og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 11. dagskrármál fundargerð 30. og 8. fundar heilbrigðisnefndar. Sá fundur fór fram 27. október síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 12. dagskrármál fundargerð 617. fundar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 3. nóvember síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð, fundargerðin lögð fram. En þá boðið dagskrá fundarins tæmd en áður en fundi verður slitið forseti með dagskrártillögu vegna þess að síðar fyrirhugað eða boðað hefur verið í fundadagskrá bæjarstjórnar að síðar umræða muni fara fram klukkan 14 þann 3. desember sem fyrr heldur en venja og þá eðlilegt að dagskrártillagan verði borin upp í bæjarstjórn og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa dagskrártillögu að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Og þá ekki fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 3. desember. Næstkomandi klukkan 14 til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 18:29.